Já, góðan daginn, komiði öll sæl og blessuð. Ég vona að það heyri allir í mér og svona. Og hef ekki gefið mér þá meldingu. Ég ætla núna í stuttu máli aðeins að fara yfir breytingar sem að gerðar verða á greiðsluþátttökukerfi í heilbrigðisþjónustunni núna þann 1. maí næstkomandi. Þetta mál sem að við höfum áður fjallað og svona í aðdraganda þessara breytinga í fyrra, en núna liggur fyrir að minnsta kosti að því að við best vitum svona nánari útfærsla á þessum breytingum og ég ætla að segja ykkur frá þeim í stuttu máli. Aðeins svona bara til þess að staðsetja okkur í umræðunni og að því við höfum nú verið að skoða þessa kostnaðarþátttöku sjúklinga í heilbrigðisþjónustunni núna í nokkurn tíma og gagnrýnt það að hún hefur farið sífellt hækkandi. Þá ég hérna komið mynd á skjáinn sem að sýnir hvernig heilbrigðisútgjöld hafa þróast alveg frá árinu 1980 og þarna sjáum við annars vegar rauða línan þarna. Hún er þróun á heilbrigðisútgjöldum heimila og hérna getum við séð að frá árinu 1980 þar til í fyrra. Það er ríflega 6-földust útgjöld heimila, þetta er á föstu verðlagi. Útgjöld hins opinbera sem er bláa línan hérna, þau rétt tæplega þrefaldast og græna línan eru svo heildarútgjöldin. Þannig við sjáum það að hlutdeild heimilanna í heilbrigðiskostnaðum hefur farið mjög vaxandi og greiðsluþátttakan samfara því aukist. Hér eru líka myndir sem að við höfum verið dálítið upptekin af. Þetta eru upplýsingar frá Evrópsku hagstofunni úr rannsókn sem að þeir gera árlega svona lífskjör í Evrópulöndum. Og þarna er fólk spurt af því hvort að það hafi sleppt því að fara til læknis vegna af ýmsum ástæðum og meðal annars vegna kostnaðar. Og þarna sjáum við að við skerum okkur bara verulega úr frændum okkar á Norðurlöndunum þarna. Það er ennþá, getum við sagt, þráttur að við séum hér þessar tölur ná til 2015, þá er nú staðan hér í efnahagslífinu orðin nokkuð góð. Þá er ennþá talsvert hærra hlutfall hér sem að sleppir því að fara til læknis vegna kostnaðar. Þetta hlutfall er nærri 3,5% hér á landi en á hinum Norðurlöndunum innan við 0,5% og þetta hefur farið hækkandi hjá okkur og haldist hátt núna hér svona, getum við sagt, eftir hrun og þetta er náttúrulega ein birtingarmynd á því að kostnaðarþátttakan hefur aukist. Og hérna það sem er svona enn áhugaverðara er að skoða hvernig þetta dreifist, þetta er svo bara tölur fyrir Ísland, hvernig þetta dreifist eftir tekjum fólks. Þessi mynd er kannski svolítið ruglingslega en rauða línan hérna, hún er fyrstir tekjufimmtungur eða þau 20% sem hafa lægstar tekjur. Og í þeim hóp þá eru 6% sem að segjast hafa sleppt í að fara til læknis vegna kostnaðar. Þetta er náttúrulega gríðarlega háar tölur og í öllum tekjuhópum er þetta hærra en á hinum Norðurlöndunum. En svona svo að við kannski snúum okkur að sjálfu greiðsluþátttökukerfinu, þá getum við sagt að núverandi kerfi sem að við höfum alllengi gagnrýnt nokkuð og fjölluðum talsvert mikið hér í fyrra þegar við gáfum út skýrslu greiðsluþátttöku í heilbrigðisþjónustunni. Og það kerfi er að mörgu leyti mjög gallað. Þetta er talsvert flókið kerfi. Reglurnar eru mjög mismunandi eftir því hvaða þjónustu fólk þarf að sækja. Það er flókið fyrir sjúklinga að hafa yfirsýn yfir kerfið. Samspil á milli svona kerfa, getum við sagt, er ekki nógu gott, þannig að fólk sem þarf að sækja þjónustu í mismunandi hlutum heilbrigðiskerfisins það flækist svona milli kerfa og þau rekast á.
stóri gallinn við núverandi kerfi að það fólk ekki gegn það sem við getum kallað mjög háum heilbrigðiskostnaði. Fólk getur haft hundruð þúsunda í heilbrigðiskostnað og við getum sagt að sjálfsábyrgðin í kerfinu mjög há. Það í reynd ekkert þak á þeim heildarkostnaði sem sjúklingar geta þurft að greiða og þó að það séu afsláttarreglur sem að detta inn eftir þegar fólk búið að greiða ákveðna upphæð, að þá heldur það samt sem áður áfram að greiða. Þannig að það ekkert eiginlegt þak. Sömuleiðis að þá byggja þessar afsláttarreglur á almanaksárinu, þannig að það skiptir máli hvenær þú veikist innan ársins hver svona heildarkostnaðurinn getur orðið. Það auðvitað mjög slæmt. Og svo getur við sagt að það sé svona innbyggt ákveðið ójafnræði á milli sjúklingahópa í kerfinu, af því það getur farið mjög eftir því hvar þú farið þjónustu og hvers konar þjónustu þú þarft á að halda, hvort þú þarft læknisþjónustu, lyf eða einhvers konar svona þjálfun, sjúkraþjálfun eða aðra þjálfun, hver heildarkostnaður þinn verður, því greiðsluþátttökukerfið fyrir þessa mismunandi þjónustu mjög misjafn. Þannig að það margt sem í núverandi kerfi ástæða til að breyta og vinna við þetta hefur raunar staðið yfir og umræður alllengi. Minnstakosti má rekja þetta aftur til ársins 2007 þegar var starfandi nefnd sem ég hafði það hlutverk að endurskoða greiðsluþátttökukerfið. Sú vinna, það var nú ekkert úr henni og hún lognaðist út af. Svo hefur þetta verið rætt mikið síðan. Í fyrra var svo loksins lagt fram frumvarp á Alþingi svona umgjörð þær kerfisbreytingar sem átti að gera. Það frumvarp var samþykkt síðastliðið haust og átti að taka gildi núna 1. febrúar síðastliðinn. Því var hins vegar frestað fram til 1. maí. Það hét vegna þess að heilsugæslan væri ekki tilbúin til að meðal annars takast á við þær breytingar sem í þessu felast. Við vorum nokkuð ósátt við það að menn skyldi ekki drífa sig í þessa kerfisbreytingu því á meðan auðvitað heldur fólk áfram að borga háar fjárhæðir í heilbrigðisþjónustunni. En það sem aftur á móti kannski, þetta eiginlega við getum sagt að það sé tvennt, annars vegar sú kerfisbreyting sem var samþykkt með lagabreytingunni. Og það eitt og það var mikilvægur áfangi. Fjármögnunin hins vegar og upphæðirnar í kerfinu, þær ráðast af fjárlögum og eru ákvarðaðar í reglugerð hverju sinni. Þannig að þrátt fyrir það að kerfisbreytingin væri komin á, þá lá í raun og veru ekki fyrir hver greiðsluþátttakan sjálf yrði. Það var bara með kerfisbreytingunni samþykkt að setja ákveðið hámark á heildarkostnað sjúklinga, en hvert það yrði og hver svona greiðsluþáttakan í heild yrði, það lá hins vegar ekki fyrir með kerfisbreytingunum vegna þess að það fór í gegnum fjárlög. Þegar kannski við byrjum bara og förum aðeins yfir í hverju þessar breytingar felast svona í meginatriðum. Þá getur við að það áfram gert ráð fyrir tveimur aðskildum kerfum, annars vegar fyrir lyf og hins vegar fyrir heilbrigðisþjónustuna. Stór breyting sem gerð í nýju greiðsluþátttökukerfi að þjálfun, og þá á ég við sjúkraþjálfun, talþjálfun og iðjuþjálfun, felld undir greiðsluþátttökukerfið og var ekki hluti af, getum við sagt, gamla greiðsluþátttökukerfinu og reiknaðist ekki upp í afslátt og gerir það ekki í núverandi kerfi. Það sem við hins vegar gagnrýndum nokkuð var að sálfræðiþjónusta, hún ekki tekin inn sem hluti af greiðsluþátttökukerfinu, þannig að hún ekki niðurgreidd í nýju kerfi, ekki frekar en hún núna. Og það var svona einn af þessum stóru þáttum sem við hefðum gjarnan viljað sjá inn í nýju kerfi. Þannig að innan nýja greiðsluþátttökukerfisins núna sem sagt þjónusta á heilsugæslustöðvum, þjónusta sérfræðilækna og svo sem veitt á sjúkrahúsum, þá meðal annars göngudeildarþjónusta og annað. Það hefur auðvitað ekki verið hingað til rukka fyrir innlagnir á sjúkrahús, en ýmis önnur þjónusta sem fólk sækir á sjúkrahúsin
greitt fyrir. Nú svo eins svona rannsóknir, myndgreiningar og ýmislegt slíkt og núna þá sem sagt eins og ég nefndi þjálfunin. Hún núna hluti af nýja greiðsluþátttökukerfinu. Það sem fyrir utan kerfið og bætist þá við heildarkostnaðinn sem í greiðsluþátttökukerfinu sjálfu. Það kostnaður þá vegna lyfja, vegna sálfræðiþjónustu eins og ég nefndi, tannlækningar eru þarna fyrir utan, ýmis hjálpartæki sem að fólk getur þurft á að halda og sömuleiðis svo ferðakostnaður sem að getur auðvitað verið ærin fyrir marga sem að þurfa að sækja læknisþjónustu langan veg. Þetta allt saman þá viðbótarkostnaður fyrir fólk. Nú eins og ég nefndi áðan að þá sem sagt stóra breytingin í nýja kerfinu að það sett ákveðið hámark á þann kostnað sem að fólk þarf að greiða fyrir þá þætti sem að falla undir greiðsluþátttökukerfið á hverju 12 mánaða tímabili. Og það stóra góða breytingin í þessu. Þetta þýðir að það á aldrei neinn að þurfa að lenda í því að greiða hundruð þúsunda fyrir heilbrigðisþjónustu. Það sem líka kostur þarna að þetta svokallað svona fljótandi greiðslutímabil, en það skiptir ekki máli hvenær innan ársins þú veikist. Heldur það bara alltaf verið að horfa á hvert 12 mánaða tímabil í einu. Þannig að hvort að þú veikist í janúar eða desember skiptir ekki máli. Þetta ekki eins og nú það sem að almanaksárið sjálft undir. Nú svo eru svona gerðar, getum við sagt ákveðnar einfaldanir varðandi greiðsluhópa og þetta svona samræmdin í kerfinu. Þetta við talsveit misjafnt eftir því hvernig svona hópar hafa verið flokkaðir eftir því hvaða þjónustu hefur verið að ræða. Þetta svona samræmt og einfaldað í nýja kerfinu. Og það sérstakt tekið til barna og við getum sagt að svona í stórum dráttum og þá ættu börn ekki að þurfa að greiða fyrir heilbrigðisþjónustu sem neinu nemur. Að því gefnu, það reyndar í þessu líka gert ráð fyrir að það sé tekið upp tilvísunarkerfi og þar á hugmyndin að byrja á börnum, þannig að þau þurfa þá tilvísun frá heimilislækni til að geta sótt sér sérfræðilæknaþjónustu og þurfa þá ekki að greiða fyrir hana, en sé þjónustan aftur á móti sótt án tilvísunar þá eykst kostnaður nokkuð frá því sem nú Kannski ég kem aðeins betur á þessu aftur. Og svo því eins og segi þarna þá svona grunnur lagður að ákveðinni þjónustustýringu, þess að heimilað í lögunum að taka upp tilvísunarkerfi og hugmyndin að byrja á því að gera það gagnvart börnum, en það þá heimild í lögum til að gera það gagnvart öllum hópum í framhaldinu. Ef við horfum svo aðeins á þetta þak sem við höfum auðvitað verið talsvert upptekin af vegna þess að það skiptir auðvitað verulega miklu máli að það sé þarna raunverulega verið að draga úr heildargreiðsluþátttöku heimilanna í heilbrigðisþjónustunni. Þegar að lögin voru lögð fram í fyrra og með þeim fylgdu drög að reglugerð, að þá voru áformin þannig að greiðsluþakið átti að verða ríflega 95.000 krónur fyrir almennan sjúkling á ári, á hverju 12 mánaða tímabili. Það líka í kerfinu innbyggt ákveðið hámark á mánuði, þannig að gert ráð fyrir að enginn greiddi meira en 33.600 á mánuði og á hverju 12 mánaða tímabili 95.000 krónur ríflega. Fyrir aldraða öryrkja og börn var þetta hámark lægra. Þeirra hámark var þó 2/3 af því sem fyrir almennan sjúkling, þannig að tæplega 63.500 krónur. Þegar að þetta var lagt fram, þá var gert ráð fyrir því að það fylgdu engu nýjir peningar þessari breytingu. Það átti að fjármagna breytinguna alfarið með því að færa kostnað frá þeim sem í dag greiða mjög mikið til þeirra sem að greiða minna. Þannig að það átti ekki að leggja til neitt viðbótar fjármagn inn í greiðsluþátttökuna með breytingunni. Þetta voru við mjög ósátt við og mótmæltum ásamt fleirum, töldum þetta þak einfaldlega allt of hátt vegna þess að það auðvitað þannig í dag að greiðsluþátttaka allra
orðin of mikil. Líka þeirra sem þurfa ekkert mjög ofta að sækja þjónustuna. Og þess vegna sögðum við, það algjörlega ótækt að fara í þessa miklu breytingu, eingöngu með því að færa kostnað á milli hópa. Það þarf að koma til viðbótar fjármagn, annars verður greiðsluþátttaka þeirra sem að þurfa, kannski tilfallandi þjónustu, hún verður allt of há líka. Í við lagabreytinguna, þá getum við sagt að svona ráðherra hafi gefið þau fyrirheit, að því eins og ég sagði áðan, lagabreytingin fól í sjálfum sér ekki í sér nein fjárhæðamörk, það bara umgjörðin kerfið. Þá gaf ráðherra fyrirheit það að í fjárlögum fyrir árið 2017 yrði tryggt að hámarkið yrði þá ekki hærra en 50.000 krónur. Þetta yrði búið að ganga úr skuggum áður en að lögin tækju gildi sem átti þá að vera núna 1. febrúar síðastliðinn. Við sögum þá, ok, þetta svona ásættanlegt í fyrsta skref. Að setja þak fyrir almenna sjúklinga í 50.000 og þá samsvarandi lægra fyrir lífeyrisþegana. Þegar svo í desember hin endanlega reglugerð kynnt og við fáum tækifæri til þess að hafa skoðun á henni, þá kemur í ljós að þetta hámark sem að við töldum að hefði verið gefið fyrirheit að yrði ekki hærra en 50.000 krónur, þá var það orðið 69.700 krónur fyrir almenna sjúklinga og 46.500 krónur tæplega fyrir lífeyrisþega. Þannig að við lítum svo á þarna væri þá ekki verið að standa við þetta loforð 50.000 krónur, það allnokkuð munur á 50 og 70.000 krónum. Við mótmæltum þessu harðlega strax þegar að reglugerðin kom fram og sömuleiðis í tengslum við fjárlög í desember. Við töldum enn of langt gengið í því að fjármagna breytinguna með því að færa kostnað á milli hópa. Og héldum á lofti kröfun það að kostnaðarþak almennra sjúklinga yrði ekki hærra en 50.000 krónur núna í fyrsta kasti, en litum jafnframt svo að þetta væri svona áfangi í því að lækka þetta. En það væri ekki ásættanlegt að byrja hærra en 50.000 krónur. Markmiðið ætti svo sjálfsögðu að vera að halda áfram að lækka þetta. Við höfum aftur á móti ekki fengið nein sérstök viðbrögð við þessu og vitum ekki betur en að tilstandi að þetta sé reglugerðin sem að taki gildi þann 1. maí næstkomandi. Það sem að þessi breyting þýðir að óbreyttu með við þá reglugerð sem nú liggur fyrir að þetta mun þýða það að kostnaður margra mun aukast. Í þessum drögum sem að liggja núna fyrir, þá eru breytingar á gjaldskrám hjá sérfræðilæknum og svona fyrir ýmsar myndgreiningar og rannsóknir sem að hækka talsvert mikið. Og mestar eru þær hækkanir hjá lífeyrisþegum. Og þetta þá auðvitað við þá sem eru að greiða upp að kostnaðarþakinu. Breytingin auðvitað, hún ennþá þannig að það komið ákveðið þak. Þannig að fyrir þá sem í dag að greiða mjög mikið, þá þetta sjálfsögðu mikil bót. En mjög margir eru auðvitað líka í því að greiða minna, en samt sem áður að greiða talsvert háar fjárhæðir fyrir heilbrigðisþjónustu. Þannig að fyrir stóra hópa mun þetta þýða hækkun og bara svona til þess að gefa ykkur einhverja hugmynd að þá tókum við saman hérna nokkur dæmi hvernig hlutdeild sjúklinga í komugjaldi til nokkura sérfræðinga. Þetta getur auðvitað verið, það væri hægt að búa til óendanlega mörg dæmi, en bara svona til að gefa einhverja hugmynd. Þetta þá fyrir þá sem að greiða almennt gjald. Og við getum séð þarna svona viðtal og skoðun hjá hjartalækni, það mun þá líklega hækka í kringum 10%. Viðtal og skoðun hjá háls-, nef- og eyrnalækni 26%, fara úr 7.000 og tæplega 800 í 9.800 og heimsókn til kvensjúkdómalæknis þannig að hækka tæplega 40%, 38%. Fara úr 8.900 tæplega í 12.200. Fyrir lífeyrisþegana þá lítur þetta enn verr út. Því það sem verið að gera þarna í raun og veru verið að auka þátttöku sjúklinga upp að hámarkinu í greiðsluþátttöku hjá sérfræðilæknum.
og það kemur enn verð niður á lífeyrisþegunum. Og þarna sjáum við að þetta eru sömu dæmi, lífeyrisþegi sem og þetta eru þá bæði 11 og örorkulífeyrisþega sem fer í dag til hjartalæknis, greiðir líflega þá 2.900 krónur þarna. Eftir breytinguna myndi hann greiða tæplega 5.000 krónur, 4.900 krónur. Þetta er nærri 70% hækkun. Fyrir heimsóknina til hálsnef- og eyrnalæknisins, hún hækkar nærri 100% og heimsóknin til kvensjúkdómalæknis 124%. En þetta er auðvitað umtalsverð breyting fyrir þennan hóp sem eins og við vitum oft í mjög viðkvæmri stöðu. Þannig að þetta er verulegt áhyggjuefni og ein birtingarmynd á því að það á að útfæra þessa breytingu, eins og ég sagði áðan, í of miklu mæli með því að færa kostnað á milli hópa en ekki að bæta fjármunum inn í kerfið til að lækka heildargreiðslu þátttöku sjúklinga eins og við höfum talið mikilvægt. Bara svona til þess að taka þetta saman í stuttu máli, kostirnir við kerfisbreytinguna eru klárlega þeir að það eru sett þak á kostnaðarþátttökuna. Þannig að í heildina þá eru sjúklingar betur varðir fyrir háum og óhóflegum kostnaði vegna veikinda. Gjaldtakan er samræmd og einföldu nokkuð og það er svona aukið jafnræði, getum við sagt, á milli sjúklingahópa. Það er líka kosturinn sem ég nefndi áðan að tímasetning innan ársins ræður því ekki hver heildarkostnaðurinn verður og það skiptir máli. Það er verið að fella þarna stóran lið undir greiðsluþátttökukerfi sem hefur verið fyrir utan sem er þjálfunin. Það skiptir máli fyrir marga því þetta er þjónusta sem hefur verið talsvert dýr og margir sem hafa ekkert kostað því að sækja hana vegna þess. En þetta skiptir miklu máli. Það tekið sérstakt tillit til barna og margar fjölskyldur getur við sagt eru varða því það er horft á það er allur kostnaður barna innan sömu fjölskyldu er lagður saman og myndar sameiginlegt hámark. Svo getum við sagt, lagður grunnur að því að styrkja svona hvata til þess að nýta heilsugæsluna sem fyrsta viðkomandi á sjúklinga. Það er svo aftur á móti kannski svona ýmsum annmörkum háð sem ég kannski kem að hérna aðeins í lokin. Svona þau álitamál og þau gagnrýni sem við höfum haft upp þetta eins og ég nú búin að nefna hér nokkur sinnum að þakið á kostnaðarþátttökunni er fjármagnað í of miklu mæli með tilfærslu á milli hópa. Þannig að kostnaður, langflestra sem þurfa tilfallandi heilbrigðisþjónustu, hann mun hækka. Og þetta á bæði við hjá almennum notendum og lífeyrisþegum og þetta er áhyggjuefni. Lyf, þau eru áfram í öðru greiðsluþátttökukerfi og það er auðvitað gjarnan þannig þegar fólk þarf á heilbrigðisþjónustu að halda að þá er það einhvers konar sambland af lyfjum og þjónustu hjá læknum og heilbrigðisstarfsfólki. Þannig að þó að það sé sett þetta þak að þá auðvitað getur heilbrigðiskostnaður fólks orðið hærri en það. Eins og ég bara nefndi hérna áðan, þá eru auðvitað ýmsir þættir sem eru þarna fyrir utan. Þannig að einstaklingur sem þarf að sækja talsverða heilbrigðisþjónustu þarf lyf með, eins og staðan er í dag, að þá getur heildarkostnaður hans í þessum samanlögðum báðum kerfum, þá eru fyrir utan þessi þættir sem ekki eins og sálfræðiþjónustan og ferðakostnaðurinn ýmislegt, hann getur þá hæglega orðið 132.000 krónur. Það er þá tæplega 70.000 króna hámarki sem er í heilbrigðisþjónustunni og svo 62.000 króna hámark sem er í lyfjagreiðslukerfinu. Og fyrir lífeyrisþegana er þetta þá ríflega 90.000 krónur, þessi kerfi samanlögð. Það sem við svona veltum fyrir okkur svolítið í þessu samhengi var líka, það er auðvitað ekki þarna verið að horfa neitt á samanlagðan heilbrigðiskostnað innan sömu fjölskyldu. Nú getur það auðvitað verið þannig að það eru fleiri en einn einstaklingur í fjölskyldu sem að veikjast á sama tímabili og þetta getur þá kostnaður leggst þá með tvöföldum þunga á þá fjölskyldu. Það hefði vel mátt hugsa sér að þetta væri einhvers konar fjölskyldu hámark. Nú svo er það auðvitað sálfræðiþjónustan sem er ennþá undanskilin í almenna greiðsluþátttökukerfinu og
sem að gera það að verkum að mjög margir, þetta mjög dýr þjónusta og mjög margir sem ekki hafa tök á því að sækja hana og við höfum talað mikið fyrir því að það sé mjög mikilvægt að þetta verði sömuleiðis fellt undir greiðsluþátttökukerfið og þá myndi hluta af hámarkinu. Og svo kannski bara aðeins í lokin út af þessum umræðum tilvísanakerfið og heilbrigðisþjónustuna. Við höfum í raun og veru talið það skynsamlegt að nýta tilvísanakerfi í heilbrigðisþjónustunni og reyna að stýra kerfinu þannig að heilsugæslan væri fyrsti viðkomustæði sjúklinga. Það skynsamlegt að mjög mörgu leyti. Það sem við höfum hins vegar sagt, heilsugæslan hún hefur verið mjög fjársvelt í mjög langan tíma. Það fjöldi fólks sem hefur ekki haft gott aðgengi að heimilislækni. Það oft mjög langur biðtími á heilsugæslustofunum. Þannig að áður en við stígum þetta skref, þá mjög mikilvægt að heilsugæslan verði styrkt og að henni verði gert kleift að vera þessi fyrsti þjónustuveitandi og hvað við segjast, stjórnandi í kerfinu. Vegna þess að ef við byrjum á því að setja á tilvísanakerfi og heilsugæslan ekki í stakk búin til þess að sinna því hlutverki, þá auðvitað mjög hætt við því að við séum farin að búa til mismunun í kerfinu sem kemur þannig út að þeir sem hafa ráð að því að greiða meira og fara fram hjá heilsugæslunni og fara beint til sérfræðilæknanna, þeir gera það, hinir þeir fá ekki nauðsynlega þjónustu. Og þetta auðvitað algjörlega óásættanlegt ef þetta verður niðurstaðan. Og þetta höfum við bent á að getur auðvitað verið hættan núna þegar það á að taka upp tilvísanakerfi gagnvart börnum, að þá getum við verið farin að mismuna börnum eftir bæði fjárhag foreldra og möguleika þeirra til þess að fara þá bara beint og greiða hærra verð hjá sérfræðilæknum og sömuleiðis bara eftir aðgengi að heimilislækni. Í stundum það auðvitað þannig að málið þolir ekki 2 vikna bið eftir þjónustu heimilislæknis áður en að viðkomandi getur farið annað. Þannig að það þarf að byrja á heilsugæslunni áður en að þetta skrefist í